Miklar skemmdir urðu í Kringlunni eftir eldsvoða í gær. Vatn flæddi út alla ganga og loftið í einni verslun að hruni komið. Tjónið gæti hlaupið á milljörðum króna. Talsmaður UNICEF óttast að því lengur sem átökin á Gaza haldi áfram, hætti heimurinn að gefa hörmungunum gaum. Hann segir hjálparsamtök í stöðugum vandræðum að koma neyðaraðstoð til íbúa. Alltaf 35 vindorkuveri eru í skoðun á landinu og það stærsta gæti framleitt alltaf 500 megavött. Orkumálaráðherra vill einfalda regluverk en íbúar óttast neikvæð umhverfisáhrif. Hátíðastemning var á Þingvöllum í dag í tilefni af 80 ára afmæli lýðveldisins. Víkingar kenndu vopnaburð og fjallkonan heilsaði upp á gesti. Dönsk minkaskinn hafa árabil þótt þau bestu í heimi. Nú hefur það síðasta verið selt á uppboði í Kaupmannahöfn. Gott kvöld. Verslunareigendur í Kringlunni eru margir hverjir í áfalli eftir eldsvoðann í gær. Tjón vegna eldsins gæti hlaupið á milljörðum króna. Slökkviliðsstjóri segir mildi að ekki fór verr þar sem aðstæður við slökkvistarf voru mjög krefjandi. Gríðarlegt tjón varð í nokkrum verslunum Kringlunnar eftir að eldur kviknaði í þaki verslunarmiðstöðvarinnar í gær. Kringlan verður lokuð fram á þriðjudag en unnið var í nótt og fram eftir degi í dag við að reykræsta og hreinsa upp vatn eftir slökkvistarfið. Allra verst fóru 5 verslunir hér á annarri hæð í Kringlunni þar sem tjónið verulegt vegna vatns og reyks. En líklegast mesta tjónið í versluninni 17, þar sem óttast að þakið geti jafnvel gefið sig. Svona var umhorfs í Galleri 17 í nótt, reykur og vatn yfir öllu og ekkert rafmagn, svo illa sást til. Þetta var bara eins og stríðsástand. Það var allt svart hérna og bara erfitt að vera hérna, lyktin og það var allir með grímur og á ákveðnum tímapunkti þá var Galleri 17 lokuð bara vegna þess að hætta að loftum undir hinni. Og það ennþá staðan dag. Við opnum ekki næstu vikurnar eða mánuðina. 4 af 6 verslunum þeirra fóru illa úr brunanum. Svava segir erfitt að meta tjónið til fjár. Við erum bara enn að meta það og erum náttúrulega bara í sjokki yfir þessu. Þetta skelfilegt. Margir rekstraraðilar eru í miklu áfalli. Mikil vinna sé framundan við hreinsun og viðgerðir. Tjónið gríðarlegt og það er ljóst að það altjón í nokkrum verslunum en aðrar sleppa alveg. Tjónið á verslunum Kringlunnar hleypur á hundruðum milljóna króna og að viðgerð á þaki hússins meðtalinni gæti það hlaupið á milljörðum. Þegar maður sá raunverulega aðstæðunum sem að slökkviliðsmenn voru að glíma við þar, þá er ég afskaplega ánægður að þetta fór ekki vel. Því þetta var virkilega flókið og erfið verkefni. Talið að kviknað hafi í þegar verið var að bræða þakpappa við endurbætur á þaki hússins. Voru menn alveg nægilega vel búnir slökkvibúnaði þarna þeir sem voru að störfum? Ég bara veit það ekki og hef ekki haft tök á því að ræða við einn en einn, en ég held að maður horfir aðeins í baksýnisspegilinn, þá eru ansi margir brunnar búin að vera núna síðustu árin hjá einmitt út af þakpappa. Og ég tel að væri til bóta ef að við og tryggingafélögin myndi ná samtali núna næstu dögum til að skoða þetta aðeins nánar og athuga hvað hægt að gera. Hjálparsamtök eru ekki sannfærð að tímabundið og afmarkað hlé á árásum á Gaza verði til þess að auðvelda dreifingu hjálpargagna. Ísrael segir tilkynnt í morgun að láti verði af árásum milli 8 að morgni til klukkan 7 að kvöldi við aðra af 2 landamærastöðum við Ísrael og vegi sem liggja þaðan norður á Gaza. 2 ráðherrar í ríkisstjórn Ísraels hafa opinberlega lýst mikilli óánægju með ákvörðunina og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra einnig sagður mótfallinn henni. Á 5. tug voru drepin á Gaza í dag. Á sama tíma reyndu sum að halda Eid al-Adha hátíðlega. Hún hófst í dag og önnur af 2 helstu trúarhátíðum múslima. Og þó það takist að flytja hjálpargögn inn á Gaza þá eru hjálparsamtök í stöðugum vandræðum að koma þeim til íbúa. Þetta segir talsmaður UNICEF sem var staddur í borginni Rafah þegar fréttastofa ræddi við hann. I was on a mission on Wednesday to take nutritional supplies and medicines to 10,000 children. It's about a 40-kilometre mission across to the north of Gaza. It took us 13 hours with all the approvals, 13 hours. We spent 8 hours at checkpoints. And in the end, the authorities denied our aid. Og þetta staðan þrátt fyrir að UNICEF þekki aðstæður og ferlið mjög vel. But that's the constant challenges aid agencies are faced with, despite
international law making it very clear that Israel, as the occupying power, has a legal responsibility to facilitate aid safely as well. Elder stattur í Rafah þar sem árásir Ísraelshers eru hvað harðastar. The bombing is so intense, the Apache helicopters, bombings when they're very close sound like someone banging a pot next to your head. The drones is like a windblower, a lawnmower next to you. People are intense for 250 days. Eina lausnin vopnahlé, segir Elder. Some people hold on to hope. Other people feel they've lost count of how many promises they've had that this horror show would stop. I sit with a father, he's in tears because his daughter had finally woken up from her coma after their family home was hit by a missile, only to be told by surgeons they doubted they could operate because the shrapnel was so close to her brain. Frásagnir eins og þessi af sorg og missi sem hann heyrir í samtölum við íbúa eru óteljandi. I have every fear, as do many of my colleagues here, that Gaza will drift off the world's radar, that there's becoming a normalization of what's happening here. There is nothing normal about 15,000 children reportedly killed. There's nothing normal about this carnage. There's nothing normal about a malnutrition crisis that we've never seen here before. There's nothing normal about children and families across the Gaza Strip having their homes destroyed, seeing a devastation of agriculture, of the economy. And there's certainly nothing normal about girls and boys living in a constant state of fear. Það styttist í þinglok eftir viðburðaríkan vetur á Alþingi. Ríkisstjórnin hefur tekið stakkaskiptum frá því þing hófst síðasta haust og engin lognmolla verið í samskiptum stjórnarflokkana. Ríkisstjórnin virtist samstiga við upphaf þingvetrar í september en í október fór að hrikta í stóðunum. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir snupraði Svandísi Svavarsdóttur á sjávarútvegsþingi. Nokkrum dögum síðar sagði Bjarni Benediktsson af sér sem fjármálaráðherra. Hann fór þó ekki langt heldur færði sig yfir í utanríkisráðuneytið. Og 2 vikum síðar sat Ísland hjá við kosningu vopnahlé á Gaza sem forsætisráðherra var ekki ánægð með. Að það hefði verið rétt í raun og veru að styðja tillöguna. En það voru þingmenn Sjálfstæðisflokks sem helst voru óánægðir með stjórnarsamstarfið. Okkur finnst við ekki vera að fá réttu málin frá ríkisstjórnin. Síðan kom í ljós að umdeilt hvalveiðibann Svandísar Svavarsdóttur hafði ekki verið í samræmi við lög. Og óvíst var hvort sjálfstæðismenn myndu verja Svandísi vantrausti. Svandís fór í leyfi vegna veikinda og vantraust tillagan var dregin til baka. Aftur kastaðist í kekki milli VG og Sjálfstæðisflokks þegar utanríkisráðherra ákvað að fresta aðstoð til hjálparsamtaka á Gaza. Við höfum talið réttast í Vinstri grænum að svona stór ákvörðun eins og þessi hefði verið rædd við utanríkismálanefnd Alþingis fyrst. Þegar Katrín Jakobsdóttir tilkynnti framboð til forseta vaknaði spurning hvort ríkisstjórnarsamstarfið gæti haldið áfram. En áfram var haldið og Bjarni færði sig öðru sinni í vetur, núna yfir í forsætisráðuneytið. 4 ráðherrar höfðu vistaskipti og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir tók við matvælaráðuneytinu af Svandísi. Búvörulög sem Bjarkey tók þátt í að semja reyndust umdeild. Og stjórnarandstaðan lagði fram tillögu vantraust á ríkisstjórnina. Tillagan var felld. En eitt bitbeinið var svo lagareldisfrumvarpið. Ég skil og deili áhyggjum hv. Þingmanns og margra annarra þingmanna hér inni. Svo voru það áfengismálin sem enn eru í algjörum hnút. Það eru svona mismunandi skoðanir uppi, bæði milli þingmanna og milli stjórnarflokkana. Katrín Jakobsdóttir hlaut ekki brautargengi til forseta og ný könnun Gallup sýndi algjört fylgishrun Vinstri grænna. Og enginn virtist ánægður þegar nýr matvælaráðherra leyfði hvalveiðar með takmörkunum. Mikið var að vera á Þingvöllum í dag í tilefni af 80 ára afmæli lýðveldisins á morgun 17. júní. Fjallkonan mætti, það var sungið og stigin glíma að þjóðlegum sið. Skundum á Þingvöll og treystum vor heit, fram, fram, aldrei að víkja. Það var kröftug byrjun á hátíðarhöldum dagsins á Þingvöllum. Forseti Íslands stýrði fjöldasöng og hélt svo áleiðis frá Haki og niður Almannagjá. Heitt var í veðri. Og ég fór úr lopapeysunni, ég vona að þið fyrirgefið mér það. Söguganga forseta endaði við Valhallareit. Guðni segir að þjóðin hafi gengið götuna til góðs þrátt fyrir ýmsan ágreining. Öflugt lýðræði byggist öðrum þræði á ágreiningi. Svo þurfum við að komast að niðurstöðu. Og þess vegna var það svo þegar barist var hér á völlunum
að einn höfðinginn sagði: nú mun ég sýna að ég er lítilmenni, nú mun ég láta undan, nú mun ég gefa eftir, nú mun ég leita sátta. Fjölmargt var í boði. Kórahátíð, víkingar slógu upp tjöldum, fjallkonan sýndi sig og stíginn var glíma. Síðari hluta dags hófst söngvaka sem stendur enn. Guðni segir framtíðina vera í góðum höndum. Og ég veit að því við fórum hérna með ferðafélagi barnanna, hófum við leikið þannig, næsta kynslóð mun gera það miklu betur en við gamla fólkið. Já, komið í sæl. Þá er dagur að kveldi komin hér á Þingvöllum og eins og víða á landinu og allt hefur gengið hér með miklum sóma í dag. Það búið að vera dagskrá alveg frá því klukkan 11 í morgun og hljóðfæraslætti var bara að ljúka núna rétt í þessu. En það eru starfsmenn þjóðgarðarins sem hafa borið hitan og þungana af undirbúningi þessa dags. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur nú gengið lygilega vel. Ég er einlega hálf klökkur bara yfir þessum 2 dögum hérna í sólinni á Þingvöllum vegna þess að þetta má eiginlega segja að núna helgin hafi Þingvellir orðið að samkomustað Íslendinga og hérna loksins fengum við mikið af fallegum og skemmtilegu og góðu fólki sem bara skemmti sér hér og var saman í nautdagskrár sem við erum búin að vera að vinna að. Sko, þú sagði mér hérna áðan að það er bara, já, það er orðið mörg ár síðan að svona margir Íslendingar hafa komið hingað. Það þetta kannski að gera meira af þessu? Já, ég held ég geti alveg sett það. Ég held bara sjaldan sé jafn mikið að Íslendingum hérna nema síðan á, kristnihátíðinni. Það er alveg bara slaga kannski 3-4-5 þúsund mann sem hafa runnið hérna í gegn í dag og dagskráin hefur tekist mjög vel og við sjáum hérna ákveðna hluti gerast. Það er það að við erum komið svið hérna fyrir aftan okkur þar sem við gætum tekið ýmsa viðburði. Og einnig er það að við munum alveg örugglega hugsa þetta svolítið áfram hvort þetta verði að einhverjum viðburði hér. Takk fyrir það. Við látum þessu á loki hérna frá Þingvöllum. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson á Þingvölli. En unnið er að skipulagi alltaf 35 vindorkuvera á landinu og það stærsta gæti framleitt 500 megavött. Orkuráðherra vill einfalda regluverk vindorku en verkefnastjóri hjá Landvernd segir mörgum spurningum ósvarað. Útsýnið hérna af Grábró kemur til með að breytast töluvert ef reist verður vindorkuver á Grjóthálsi. Vindorkuverið er meðal kosta sem eru til skoðunar í 5. áfanga rammaáætlunar en sveitarfélagið býður þess að ríkið leggi skýrari línur í vindorkumálum áður en þau taka afstöðu til framkvæmdana. Í Þverárhlíð stendur nýlegt íbúðarhús. Þarna er náttúrulega drottning borgarferðar, allan á okkar mati. Þetta er í rauninni beint hérna fyrir fram að bauluna. Áttu fyrst að vera 3-4 vindmyllur, komið upp í 14 held ég. Í umhverfismatsáætlun fyrir vindorkuverið á Grjóthálsi kemur fram að 10-14 vindmyllur sem ná 180 metra hæð í hæstu stöðu gætu sést víða að. Myllurnar verða ekki á hæstu punktum í landslagi og endaleg staðsetning liggur ekki fyrir en miðað við áætlað framkvæmdasvæði gæti landslagið tekið töluverðum breytingum. Spaðarnir hreyfast, varpa flöktandi skugga og geta gefið frá sér hávaða. Þetta er eitthvað sem geta haft áhrif á mann að hafa kannski suð allan sólarhringinn og við náttúrulega búum hérna og störfum hérna, erum hérna allan sólarhringinn. Þau segja öflugt bændasamfélagi kringum Grjótháls og líka þorpið á Bifröst, útivistarsvæði og sumarhúsaland. Norðurá er með verðmætari veiði ám landsins. Sér Ríó Diðrik mótmæla ekki vindorku en segja að vanda verði til verks. Vindmyllu verður bara ekki settar þar sem að það er byggð. Það er nú til af landi á Íslandi þar sem enginn býr. Það verður kannski frekar að koma þeim fyrir þar heldur en að vera angra fólk með þessu. Orkuráðherra hefur lagt drög að stefnu ríkisstjórnar uppbyggingu vindorkuvera. Ef verkefni uppfylla ákveðin skilyrði gæti verið hægt að taka þau út úr rammaáætlun og færa ákvörðunarvaldið til sveitarfélagana sem bíða flest átekta. Við erum komin í alvarlega stöðu þegar kemur að grænorkumálunum og það verður erfitt næstu 2 árin en ef þetta tefst enn frekar þá erum við að tala miklu lengri tíma þar sem við sjáum mikil vandræði. Það er stefna ríkisstjórnarinnar og hefur verið unnar tillögur það að styrkja líka tekjustofna sveitarfélaga hvað þetta varðar. Því að við erum bara að fara sömu leið eins og allar það þjóðir sem við byrjum okkur sama við að það sem er orkuver, sama hvað það er, að þá er eðlilegt að nær umhverfi fá að njóta þess betur. Orkuver þurfa að komast í nýtingarflokk í rammaáætlun og fara gegnum umhverfismat hjá Skipulagsstofnun áður en þau fá virkjanaleyfi hjá Orkustofnun.
Svo þurfa fyrirtækin að fara í gegnum skipulagsferli hjá sveitarfélaginu og fá framkvæmda og byggingaleyfi. 10 vindorkuver eru í skoðun í 5. áfanga rammaáætlunar. Orkustofnun hefur þegar sent verkefnastjórn að minnstakosti 15 til viðbótar og fleiri bætast við. Franska fyrirtækið KER, norska fyrirtækið Zephyr og íslensku orkufyrirtækin HS Orka og Landsvirkjun eru meðal þeirra sem kynnt hafa fyrirætlanir fleiri en 1 orkuver. Núgildandi rammaáætlun gerir ráð fyrir 2 vindorkuverum, Blöndulundi og Búrfellslundi. Búrfellslundur jafnframt eina vindorkuverið sem hefur lokið umhverfismati, en skipulagsstofnun hefur borist matsáætlun fyrir 14 fyrirhuguð vindorkuver. Verkefnastjóri hjá Landvernd segir allt of mörgum spurningum ósvarað og stjórnvöld þurfi að flýta sér hægt til að forðast klofning í samfélögum. Og það meiri segja mun sterkari viðbrögð við þessu heldur nokkuð sinni vatnsorkunni. Vindorkuver framleiða bara rafmagn þegar það blæs. Í logni þarf jafnvægisorku. Í þingsályktunartillögunni segir að vatnsafl og vindorka vinni vel saman, en Landsvirkjun segist ekki geta skaffað vindorkuverunum jafnvægisorkuna sem þarf. Forsendan fyrir því að hægt sé að byggja vindorku á Íslandi sé aðgengi að jafnvægisorku. Og þessi jafnvægisorka með öðrum orðum það að þessi erlendu mógúlar sem að sækja svo stíft að byggja hér á landi, þeir munu vilja fá aðgengi að vatnsorkunni okkar. Rafeldsneyti einnig nefnt sem mögulegt lausn. Franska fyrirtækið KER hefur áform vindorkuver víðsvegar land. Vindorkuver í Dölunum og á Melrakkasléttu eru í vinnslu í rammaáætlun, en KER vill líka reisa rafeldsneytisverksmiðju á Grundartanga. Fyrst sinn yrði rafeldsneytið aðallega til útflutnings. Það gæti þó nýst í innlend orkuskipti í sjávarútvegi, flugi og millilandasiglingum. Það liggur alveg fyrir að okkur mun ekkert veita af því rafeldsneyti sem að verður framleitt hér á Íslandi. Fólk vanmetur það hvað við notum mikið. Rafeldsneyti og notkun þess þó enn í mikilli þróun. Það algjörlega ótímabært að fara að setja á svið hér stórfelldar rafeldsneytis verksmiðjur sem ekkert annað en efnaverksmiðjur. Andri segir ástand meginflutningskerfisins vera hindrun. Hér sé ekki orkuskortur en bæta þurfi nýtingu. Á tímabili hafði verið rætt að vindorkuver þyrftu að vera stór og á fáum stöðum. Í núverandi þingsályktunartillögun ekki gert ráð fyrir því, heldur akkurat verið að bjóða upp og dreifa þessu hringinn í kringu landið. Þá séu vísbendingar að vindmyllur slitni fyrr í norðlægri veðráttu. Eina vindorkuverið sem hefur lokið umhverfismati Búrfellslundur Landsvirkjunar. Það getur verið ágætt svona tilraunaverkefni til þess að láta áreina hvort að vindorka eigi yfir höfuð heima á Íslandi. Félagið Six Rivers áformar stórtæka skógrækt og landgræðslu með kjarri í námunda við laxveiðiár í Vopnafirði, Bakkafirði og Þistilfirði. Tilgangurinn meðal annars að auka næringarefni í ánum svo að laxinn dafni betur. Six Rivers heldur utan veiðiréttindi í 6 laxveiðiám á Norðausturlandi og byggir upp aðstöðu við árnar. Félagið í eigu Bretans Jim Ratcliffe og einsetur sér að vernda og endurreisa villtan Atlantshafslax. Fjallað var áformaða skógrækt við árnar á ráðstefnu á Vopnafirði fyrir skömmu. Takmarkið okkar að ná 1 milljón plöntum ári og við munum ná því 2028 samkvæmt nýjustu samningum. 1 milljón plöntur ári munu gera cirka bát 500 hektara á ári sem við munum rækta með við þann þéttleika sem við stefnum að nota. Við höfum ekki áformað hversu lengi en þetta eru nokkur 10 ára sennilega þar sem að nóg landsvæði til staðar í kringum þessar ár og á þeirra vatnasviðum. Skógræktin hafin við Selá í Vopnafirði en þar stefnt á að gróðursetja yfir 200.000 plöntur í sumar. Á næstu árum gróðursetur Six Rivers einnig tré við fleiri ár. Félagið að byggja upp aðstöðu til plöntugeymslu á Torfastöðum í Vopnafirði ásamt Brim sem setur niður aðrar tegundir af trjám og leggur áherslu á kolefnisbindingu. Skógar Six Rivers eiga að binda jarðveg en ekki síður auðga árnar og bæta fæðuskilyrði fyrir laxinn. Ár á Norðausturlandi eru frekar næringarefnisnauðar og ef við tölum næringarefni í ánum þá skiptist það í grænefni og brúnefni og hérna eru aðalega grænefni sem eru þörungar en vantar brúnefni sem eru þá lífræn efni sem koma utan að. Við erum mest að nota innlenda tegundir, birki og víði sem þá fella laufin á haustin og þá verður náttúrulega til bara lífrænt affall sem fer síðan í árnar og þar eru síðan hryggleysingjar sem að nýta sem fæðu sem verða síðan fæða fyrir laxinn okkar og þannig getur hann að vaxa og dafna.
Síðustu dönsku minkaskinnin voru seld í Kaupmannahöfn í síðustu viku. Öllum minkum í landinu var slátrað að skipan yfirvalda, en sér kom í ljós að sú ákvörðun var ólögleg. Það komið að síðasta uppboðinu hjá Copenhagen Fur. Fyrirtækið var það stærsta sinnar tegundar í heiminum og talið að árið 2020 hafi það framleitt 40% af vörum úr minkaskinni í heiminum öllum. This is the end, beautiful friend. Op igennem alle de år, vi har haft mink, der har vi haft en stor glæde ved at mødes sammen her. Og det vil vi selvfølgelig også have med her på den aller sidste dag. Og ástæða lokunarinnar þessi. Ríkisstjórnin fyrirskipaði á dögunum að aflífa skyldi alla minka í landinu eftir að stökkbreytt COVID-19 smitt greindist á 200 búum. Síðar kom í ljós að ekki var lagaheimild fyrir þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar og Copenhagen Fur stendur í deilum við ríkið bætur. Jamen det er jo trist. Altså det må vi sige. Det er jo trist for medarbejderne, det er trist for kunderne, det er trist for avlerne. The quality of Danish mink has been the best in the world. And it's a massive export for for Denmark as a whole country, and it's a great, representation of the Danish industry. And I think Danish people should be very proud of the quality of the goods that they've produced. Men her fandt jeg lige en af mine egne, en Palmino Cross Han, som til salg her. Ja, hvorfor det vigtigt? Det var afslutningen. Og þá að veðri. Á morgun spáð fremur hægri breytilegri átt. Skýjað sunnan heiða og lítilsháttar skúrir en annars yfirleitt þurrt og bjart. Hiti frá 6 stigum við austurströndina upp í 16 stig á Vesturlandi. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Evrópumótið í fótbolta hélt áfram í dag með 3 hörkuleikjum. Englendingar mættu Serbum í síðasta leik dagsins. Íslandsmeistari kvenna í holukeppni í golfi var krýndur í Mosfellsbæ. Við sjáum öll mörk dagsins í bestu deild kvenna í fótbolta og við heyrum gróskuna í frisbeegolfinu á Íslandi. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Miklar skemmdir urðu í Kringlunni eftir eldsvoða í gær. Vatn flæddi út alla ganga og loftið í einni verslun að hruni komið. Tjónið gæti hlaupið á milljörðum króna. Talsmaður UNICEF óttast að því lengur sem átökin á Gaza haldi áfram, hætti heimurinn að gefa hörmungunum gaum. Hann segir hjálparsamtök í stöðugum vandræðum að koma neyðaraðstoð til íbúa. Alltaf 35 vindorkuver eru í skoðun á landinu og það stærsta gæti framleitt alltaf 500 megavött. Orkumálaráðherra vill einfalda regluverk en íbúar óttast neikvæð umhverfisáhrif. Hátíðastemning var á Þingvöllum í dag í tilefni af 80 ára afmæli lýðveldisins. Víkingar kenndu vopnaburð og fjallkonan heilsaði upp á gesti. Dönsk minkaskinn hafi árabil þótt þau bestu í heimi. Nú hefur það síðasta verið selt á uppboði í Kaupmannahöfn. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við verðum hér á sama tíma annað kvöld klukkan 9. Við ætlum að ljúka þessu með fallegum myndum af fuglalífi og fólki við Gróttu.